Já, segðu mér aðeins frá því hvað þið eru að gera hérna í félagsmiðstöðinni þessa dagana. Já, herri, við sem sagt fáum krakka sem í unglingavinnunni og fáum hópa sem að koma til okkar í 4 daga og við fáum krakka úr mismunandi hópum, eða mismunandi skólum og þau koma saman hérna hjá okkur í félagsmiðstöðinni og við byrjum að kynna þeim fyrir fjölmiðlum og fjölmiðlafræði og svo vinnum við okkur út í það að fara að skrifa greinar og klippa viðtöl. Við skiptum hópnum upp í 2 hópa og annar skrifa greinar og hinn tekur upp viðtal. Og þá bara svona byrjar þetta þannig að þau fá létta kynningu á sínum hlutum. Ég fer með yfir hver að skrifa blaðagreinarnar og svo fer Sölvi með þeir sem að taka viðtöl. Hlýtur að vera dálítið skemmtilegt að taka móti krökkunum. Þau eru búin að vera úti að raka gras og reyta arfa og koma til ykkar. Þetta hlýtur að vera skemmtilegra. Já, svo líka eftir hvern dag þá fáum við svona feedback frá krökkunum og þá ræðum við hvað gekk vel og hvað má bæta. Því við vildum alltaf bæta skólann okkar. Og þú veist, eitthvað sem var sagt í hverju einustu viku og það var bara, já, þetta er miklu skemmtilega en að vera að reyta arfa. Þannig að þetta var svona góð núllstilling fyrir krakkana. Ákveðnu markmiði náðu að vera skemmtilega en að reyta arfa? Það er rétt. Ekki erfitt. En hvaðan kemur svona verkefni? Sko, þau eiga að fá einhverja fræðslu yfir sumarið og þá velja þau hvort þau koma til okkar í fjölmiðlafræðslu eða fara upp að 3. hæð og fara í sjávarútvegsskólann. Og þau bara að fá val hvort þau velja og þá, krakkar sem við fáum til okkar, þá bara með þau í þessa 4 daga og þau fá sína krakka og vera með í 4 daga. Og það allir krakkar sem í unglingavinnunni, jafnvel þóttu séu að vinna hjá fyrirtækjum eða leikskólum eða hvað við reynum að fá alla krakkana af því þau eiga að fá einhverja smá fræðslu. Skiptir þetta einhverju máli fyrir krakkana að vera að læra á fjölmiðla? Já, mér finnst það mjög mikilvægt. Við kennum þeim til þess að beita gagnrýni hugsun og hvernig þau að trúa ekki öllu sem þau eru að lesa. Það er stærri mynd á baki hvað sem þau eru að lesa og þau eru bara að taka allt inn. En mér finnst að þau eru að flokka þetta aðeins niður hvað þau eiga að trúa og hvað þau að skilja eftir út í skilju. Þannig með því að vera að vinna fréttirnar sjálf að fá þau svona pínu innsýn í hvernig það virkar alltaf. Algjörlega. Og þau eiga að safna sér heimilda og velja úr heimildum líka. Bara þetta er ekki góð heimild. Þau skynja alveg hvað er góð heimild og hvað er vond heimild. Og það er bara svona grunnur sem við þurfum að kenna þeim að fara út í lífinu með þessi gagnrýna hugsun. Það er svo mikilvægt. Sérstaklega, í bara hverju sem við tekum við fyrir lífinu. Sölvi, hérna eru við fyrir utan Rósenborg og hérna eru við búin að fá krakka til ykkar í fjölmiðlaskólann. Hvernig hefur gengið? Það hefur gengið mjög vel. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. Sérstaklega vegna þess að við fengum svolítið frelsi, ég og Ívar, til að smíða þennan skóla sjálfir og við vissum ekki alveg út í hvað við vorum að fara til að byrja með en þetta hefur gengið bara vonum framar og við erum sáttið með afraksturinn. Finnst þér að skipta máli í nútíma samfélagi að við séum að mennta ungt fólk í fjölmiðlum? Já, mér finnst það rosalega mikilvægt. Sérstaklega vegna þess að í dag notum við netið meira en við gerðum og með risu samfélagsmiðla eins og Twitter, Instagram og Snapchat þá erum við að sjá fram á það að ungt fólk í dag notar síma mjög mikið og netið. Og eins og þegar þú byrjar að læra á bíl eða þegar þú bakar köku þá farið í uppskrift eða farið í ökuskólann en þú farið aldrei neina kennslu á því hvernig þú átt að haga þér á netinu almennt og hvernig þú getur siktað út hvað er satt frá því hvað er ósatt. Og það er einn af þeim hlutum sem við reynum að kenna þeim. Það er gagnrýn hugsun og að ekki trúa öllu sem þú lest og það er fram til guðurum. Þetta er alveg rétt það sem þú nefnir. Ungt fólk er alltaf tengt, það er alltaf með síman á sér og það er alltaf að fá tilkynningar um það sem er að gerast. Já. Og það er alltaf eins og þú segir, stuð sambandi við eitthvað annað og finnst það vera skyldugt til þess að svara alltaf eða láta alltaf vita af sér hvað það er að gera. Við erum að sjá krakkar til dæmis senda yfir 100 Snapchat á dag með engum texta. Eins skrítið það er bara til þess að láta vita af sér og til að fá svör af því það er svo hræðilegt að vera ópennaður á netinu sem er rosalega furðulegt. Og mér finnst samskiptin okkar að færast meira á netið og þar eru þau yfirleitt grynnri, oft bara í einni setningu eða minna og þessi mannlega samskipti mér finnst þau vera að minnka hjá okkur í dag. Finnst þér þú hafa lært eitthvað á þessu verkefni sjálfur? Já, bara heilan helling. Bæði fjölmiðlafræði og
hvernig við högum okkur almennt á netinu. Við vorum með fjölmiðlaskólann í 3 vikur og við vorum með nýtt þema í hverju viku. Fyrstu vikunni var þema fíkn, áfengi og vímuefni og þess háttar. Og þá fengum við að tala við henni Önnu Hildi sem vinnur í SOA. Og þá þurfti ég að aðstoða krakkan í að vinna heimildavinnu fyrir það og bara að gera það, þá lærirðu rosalega mikið það málefni. Viku 2 var þemað okkar andleg og líkamleg heilsa. Þá fengum við að tala við Hjalta Jónsson, sálfræðing. Og þá einmitt, maður vanmetur svolítið hvað maður lærir mikið af því að vinna eitthvað sjálfur. Bara að setjast niður og skrifa hlutin upp í þínum eigin orðum svo rosalega mikilvægt til að þetta prentist inn í hausinn á manni. Og í viku 3 þá vorum við með að hafa þemað okkar einmitt netið og samfélagsmiðlar. Heldurðu að þau horfi á fjölmiðla einhverjum svona öðrum augum eftir þennan skóla? Já, ég trúi ekki öðru. Annars hefur okkur mistekist mjög illa. Ég held að þau átti sig, fyrstulega þá þurftu bara ekki að segja þeim og kenna þeim hvað fjölmiðlar eru. Þau áttu sig ekki alveg á því og þau vissu það kannski en þekktu ekki hugtakið á baku það. Og það að samfélagsmiðlar eru hluti af fjölmiðlum kom mér mjög mikið á óvart.